Herri, þá langar mér að kíkja á eitt dæmi með ykkur. Þetta svolítið tricky dæmi. Þannig að mér langar að kíkja aðeins á með ykkur og reyna að gefa ykkur svona smá hint hvernig þið getið gert dæmið. Þannig að við kíkjum á þetta þá ykkur hljómsveit sem að gefa út hljómplötu og það kostar 750 krónur að framleiða plötuna. Ok. Síðan hver plata seld á 2000 krónur stykkið. Ok. Kíkjum á A-lið. Látum KX tákna kostnað við að framleiða X plötur. Gerðu gildistöflu K af X. Ok. Gerðu gildistöflu. Þannig að þegar við gerum gildistöflu svona, breyta þessu. Sem sagt, við erum vön því að vinna alltaf með y eða f af x. Hérna allt í einu er komið eitthvað k. Og í raun og veru mega föll heita hvað sem er. Þau geta heitið f, þau geta heitið k eða g. Það breytir að lengu máli eða skiptir að lengu máli. En þessi gildistafla hérna er svona 1, 2 og niður í 5. Og því er að reikna út hvað kostar ein plata mikið. Og það er í lýsingunni stendur 750 krónur að framleiða hana slíka. Þannig að hérna kemur 750 og síðan getur þú náttúrulega fundið út hvað kostar að gera 2 plötur, 3 og svo framvegis. En síðan kemur í B-lið að þá kemur skrifaðu forskrift fallsins K af X. Ef við hugsum áfram þessa gildistöflu þá myndi hérna koma 750 sinni 2, 750 sinni 3, þetta er kostnaðurinn. Hérna kemur 750 sinni 5. En ef við værum að búa til X margar plötur, hvað myndi þá standa hérna? Þetta væri þá forskrift fallsins. Hver er kostnaður við að búa til X margar plötur? Ok. Síðan er C-liðurinn. Þá er beðið K300. Eða K af 300 segir maður. Ok, segjum að ef við horfum aftur inn á gildistöfluna, þessi eina tala, þetta er K af 1. Þessi tala er K af 2. Kostnaður við að gera 2 plötur. Þetta er kostnaður við að gera 3 plötur og svo framvegis. Þannig að þá ætti það að fatta út hvað er þá K300. Bæði hvað táknar hún og hvað er gildið. Hvað er gildið á K300? Hvað táknar eiginlega K af 300? D-lið að þá er 100 plötur framleiddar. Og síðan er G af X, það er þá gróði við að selja X margar plötur. Ok. Þannig að það séu 100 framleiddar, það þýðir að það er einhver ákveðin kostnaður. Ok, við vitum að ein plata kostar 750, þá getum við reiknað út hvað kostar að gera 100 plötur. Ok, við byrjum að reikna út G10. Það er að segja, þetta er gróðinn. Bakka þessuna.
Þetta er gróði við að framleiða 100 plötur en selja 10. Þá þarf maður aðeins að bakka inn tilbaka, skoða verkefnalýsinguna eða dæmið. 750 krónur við að framleiða og 2000 krónur fyrir að selja. Þannig að þetta er sérst 750 krónur stykkið. Fyrir þetta fáum við 2000 krónur á stykkið. En þið reikna út hver er gróðinn við þetta. Og það getur vel verið að þetta veri mínustala því að þú ert að framleiða svo marga plötur en bara að selja 10, þannig að það getur vel verið að þú komir út í mínus. Ok. Krakka, ég veit að þetta sé flókið dæmi, þannig að þið verðið bara duglega að spyrja eða lendi í vandræðum, en reynið náttúrulega að fikra ykkur áfram sjálf. Síðan hérna, E-liður, það er finndu forskrift fattsins GFX miðað við að 100 plötur séu framleiddar. Þannig að GFX er sama sem að 100 plötur eru framleiddar en seljum X eintök. Ok, þannig að það sem er hérna maður sjá 100 plötur framleiddar. Þetta er að sama sem og 100 sinnum 750. Þetta er það mikill kostnaður. Það kostaði svona mikið að framleiða 100 plötur. Þetta er 750 75 skall. 75 skall. En að selja X eintök, það hlýtur að vera 2000 sinnum X. Ef ég sel eina plötu, þá græði ég 2000 skall. Ef ég sel 2 plötur, þá græði ég 4 skall. Ef ég sel 3 plötur, þá græði ég 6 skall og svo framvegis. Þannig að gróðinn, hann verður bara 2000x, 2000 sinnum X. Þetta er að sér að græða eða fá í vasan, mínus 75.000. Þannig að þetta hérna þetta er salan og þetta er kostnaður. Ok. Prófa hérna marglitapennan, þetta er flott. Fyrir F-lið. F-liðin lesum hann. Hvað þurfa margar plötur að seljast svo hljómsveitin komi, þetta er eitthvað aðsnalega orðað. Hvað þurfa margar plötur að seljast svo hljómsveitin sé búin að borga framleiðslukostnaðinn. Það er að segja að ef við myndum gera hérna gildistöflu, séu flottur litur, af þessi GFX, ef við myndum gera hérna einn, ef þú selur eina plötu, ef þú framleiðir 100, selur eina plötu, þá kemur út í bullandi mínus. Þannig að hérna er eitthvað mínustala. Selur 2 plötur, flott, þú ert að fá aðeins meiri pening, en þú ert samt ennþá í einhverju mínus. Og síðan 3 ára sama. En eftir þess að þú selur fleiri og fleiri plötur,
þá ertu alltaf að græða aðeins meira. Og einhverjum tímapunkti þá græðirðu 0 krónur. Þá græðirðu 0 krónur og spurningin er, hvað þarf ég að selja marg eintök til þess að ég komi út á 0? Þá getum við horft á sinnijöfnu. Þetta hérna er gróðinn og ég vil bara vita hvenær er gróðinn sama sem 0. Af því ef gróðinn er sama sem 0 þá kem ég út á sléttu og þá er ég búinn að borga kostnaðinn við að framleiða 100 plötur. Það er vonandi hjálpi, annars bara verið dugleg að spyrja.